Jæja, og vindum okkur bent í þetta. Velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum við að brjóta til mergjar þessi litlu en alveg fáralega mikilvægu ensku hjálparorð sem við notum dagstaglega til að gefa ráð og setja reglur. Við erum að tala ferðalag frá því að benda varfærnislega á góða hugmynd yfir í eitthvað sem bara 100% lífsnauðsynlegt. Þetta snýst allt nákvæmni og að fanga þessi litlu blæbrigði sem gera tungumálið svo skemmtilegt. Hér svo dagskráin okkar. Við byrjum á töfra hjálparorðunum, kíkjum á should fyrir góð ráð, must fyrir sterkar innri reglur og have to þegar ytri nauðsynir að ræða. Svo það stóra gildran sem allir þurfa að varast og að lokum fljótleg samantekt. Fyrsti hluti, töfrar hjálparorðin. Kíkjum aðeins á sjálfan grunninn að þessu öllu saman. Hugsum þessi hjálparorð sem einhvers konar töfraorð af því að það gilda tvær algjörlega ófrávíkjanlega reglur þau. Í fyrsta lagi þau breyta einfaldlega aldrei lögun. Ekkert rugl, engin undantekning. Það bætist til dæmis aldrei neitt við þegar talað hann, hana eða það. Og í öðru lagi, aðgerðarorðið sem kemur beint á eftir alltaf 100% venjulegt. Það tekur aldrei við endingum eins og ing eða ete. Voðalega einfalt, ekki satt. Þetta bara frábær og trestur grunnur til að byggja á. Annar hluti. Orðið should notaði til að gefa góð ráð. Hérna við í mildasta forminu. Should algjörlega fullkomið þegar ætlunin að stinga upp á einhverju gaglegu án þess að vera með neinar skipanir. Ef einhver lítur út fyrir að vera alveg búinn á því, þá upplagt að segja að viðkomandi should sleep, ætti kannski að leggja sig aðeins, eða að einhver should drink water ef vatnsskortur vandamálið. Maður bara að benda á góða hugmynd. Og auðvitað sögnin á eftir alltaf í sinni eðlilegustu grunnmynd. Þriðji hluti, og nú færumst við ofar á skalan. Must eða mjög strangar innri reglur. Nú farið að færast smó alvar í leikinn. Orðið must stórt orð og ber með sér mikinn þunga. Það miklu ákveðnara og notað fyrir mjög sterkar reglur eða mikinn innri þrýsting. Við notum þetta þegar eitthvað upplifað sem algjörlega óhjákvæmilegt. Til dæmis, ef nemandi mætir í skólan og finnur að hann must study, hann bara verður að læra fyrir þetta próf af því að hann sjálfur krefst þess. Eða hinn klassíska regla þessum ökumenn must stop, verða að stoppa á rauðu ljósi. Það bara ekkert annað í boði, engin afsláttur. En bíðum aðeins. Áður en við höldum lengra, þurfum við að skilja einn alveg rosalega mikilvægan mun. Við höfum annars vegar þessa innri reglu, þar sem manni sjálfum finnst eitthvað vera algjörlega nauðsynlegt og þá must notað. Hins vegar það ytri reglan. Það regla sem búin til af öðrum og löguð á mann utan frá. Að átta sig á þessu mun breytir öllu hvernig við veljum rétta orðið. Sem ferir okkur í fjórða hluta, have to, þegar reglan kemur að utan og það ekkert val. Hvernig virkar have to í raun og veru? Jú, það gefur til kynna þessa ytri nauðsyn. Þetta kemur frá yfirmanni, lögreglu eða kannski strangri skipun frá lækni. Það ekkert rými fyrir neinar eigin ákvarðanir. Tökum vinnustæði sem dæmi, oft sú krafa gerð að starfsfólk has to wear a uniform, verður að klæðast einkennisfatnaði. Eða þegar klukkan hringir miskunnarlegt eldsnemma á morgnana af því að manneskja has to wake up early fyrir vaktina sína. Krafan ekki manns eigin, hún kemur frá heiminum og þá þetta hjálparorðið sem gildir. Fimmti hluti. Nú verðum við aðeins að staldra við og skoða hvernig hægt að forða stóru gildruna. Hingað til hefur þetta verið frekar rökrétt stikkmögnun. En, og þetta stórt en, leið og við snúum þessu eðir í neitun, þá snýst dæmið algjörlega við. Þetta klassísk gildra. Þegar fólk notar orðið mustund, þá þýðir það einfallega að eitthvað stranglega bannað. Það má alls ekki gera, það jafnvel lögbrot. En ef við notum don't have to, þá þýðir það bara að eitthvað valfrjálst. Það í góðu lagi að gera það ef maður vil, en það engin pressa. Munurinn þarna á milli eiginlega eins og svart og hvítt. Tökum dæmi til að setja þetta í almennlegt samhengi. Að kveikja sér í sígarettu inni á sjúkrahúsi. Það fer enginn að gera það, maður mustn't smoke þar. Það augljóslega algjörlega bannað. En hvað með að vinna á sunnudagi? Fyrir venjulegan skrifstofustarfsmann það yfirleitt ekkert mál, viðkomandi doesn't have to work þá. Ef maður í stuðu og vill svara nokkrum tölvupóstum heima í stofu helgi, þá það bara fínt, en það krefst sengin. Að rúgla saman þessum tveimur tetur alle endað í meiri háttar misskilningu. Sjötti og síðasti hluti, drögum þetta nú allt saman í eina fljótlega og þægilega samantekt. Hér við komin með fullkomið lítið svindlablað. Skoðum þessa yfirsýn. Markmiðið að deila góðri hugmynd, þá notum við should. Við að tala mjög stranga innri reglu, þá það must. Ef heimurinn ræður og það bara ekkert val, þá smeltpassar have to.
Ef eitthvað er hreinlega ólöglegt eða bannað, þá er það massint. Og að lokum, ef eitthvað er algjörlega upp til manns sjálfskomið, þá ræður don't have to ferðinni. Þetta sýnir stóru myndina ótrúlega vel. Og þegar við lokum þessari yfirferð okkar, er áhugavert að staldra við og spyrja, hvaða svona töfraorð ætli stjórni stærstum hluta af okkar eigin daglegu venjum? Eru það hlutirnir sem maður upplifir að maður ætti að gera, eitthvað sem heyrir undir sjödd, eða eru það stóru innri kröfurnar, það sem manni hreinlega finnst að maður must gera? Og hversu stór hluti af deginum fer í hluti sem við einfaldlega have to klára vegna krafna annara? Það er alveg spennandi að rýna í sitt eigin líf út frá þessu litla málfræði kerfi. En hei, vonandi hefur þetta gert þessi hugtök aðeins skýrari og meira lifandi. Takk kærlega fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.